Góða kvöldið, kæru gestir, og velkomin á fyrsta leik Víkings og Fjölnis í umspili Mólisæti. Ég ætla að biðja ykkur að klappa fyrir mannfólki framtíðar sem fylgdi Víkingum inn á völlinn. Og Víkings var lið gestanna. Númer 12, Bergur Bjarnason. Númer 21, Ásgeir Rúnar Sigmarsson. Númer 77, Andri Hansen. Númer 3, Viktor Bergur Einarsson. Númer 4, Óðinn Freyr Heiðarsson. Númer 5, Boði Ingvar Sveinsson. Númer 6, Bernhard Snær Petersen. Númer 13, Elvar Þór Ólafsson. Númer 14, Matthías Sesslav Sæþórsson. Númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Númer 23, Sigurður Örn Þorsteinsson. Númer 32, Þorleifur Rafn Aðalsteinsson. Númer 33, Axel Máni Oddnýjarsson. Númer 34, Jón Ásgeir Eyjólfsson. Númer 40, Ólafur Málmqvist. Númer 46, Benedikt Marinó Heiðdísarsson. Þjálfararnir Sverrir Eyjólfsson, Viktor Legler, Aron Breki Oddnýjarsson og Sigurður Jón Sveinsson. Og á liði Víkinga, númer 1, Bjarki Garðarsson. Númer 16, Sverrir Andrésson. Númer 2, Guðjón Ágústsson. Númer 3, Arnar Ingi Rúnarsson. Númer 5, Arnar Gauti Grettisson. Númer 7, Marino Gauti Guðjónsson. Númer 11, Jóhann Reynir Gunnlaugsson. Númer 14, Gunnar Valdimar Jónsson. Númer 15, Halldór Ingi Jónasson. Númer 17, Brynjar Jökull Guðmundsson. Númer 20, Halldór Ingi Óskarsson. Númer 21, Jón Hjálmarsson. Númer 22, Logi Ágústsson. Númer 33, Andri Berg Haraldsson. Númer 34, Ígor Lúsja. Númer 34, Styrmi Sigurðarson. Og þjálfararnir Jón Gunnar Vigfússon, Þorbergur Aðalsteinsson, Kristján Orri Jóhannsson, Stígar Kristján Nielsen og Vilhjálmur Ingi Pétursson Auðunarsson. Dómararnir eru þeir Tómas Börgur Bóasson og Hörður Aðalsteinsson og eftirlitsmaður er Hlynur Leifsson. Nú til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum, starfsmönnum og með handboltaíþróttinni í huga, biðja ykkur ávallt og góður að styðja ykkar lið með háttvísi í huga og sýna í átak hugar gagnvart öllum þátttakendum sem og áhorfendum. Takk fyrir og góða skemmtun! Já, verið velkomin þið sem eru búin að stilla inn. Nú fer leikur Víkinga og Fjölnis senn að hefjast og þetta er fyrsti leikur í umspili að komast upp í Ólisteildina. Það verður afar forvitnilegu leikur. Ég verð að viðurkenna að ég hef séð lítið til Fjölnismanna í vetur, þannig að ég veit ekkert hvernig staðan á þeim er. Já, þá er leikurinn hafinn hérna. Gaman að sjá hörkumætingu hérna í Safamýrina. Uppstillingin svona tiltölulega hefðbundin. Igor Mesúlia hægra megin. Gunni Johnsen á miðjunni, Jóhann Reyni vinstra megin, Halldór Ingi á línunni, Arnar Gauti og Guðjón Ágústsson í hornunum. Já,
Hörkuvörn hjá Ólafi Malmqvist í bakverðinu hjá Fjölni. Já, vel spilað. Og Andri Hansen ver hérna sitt fyrsta skot í kvöld. Og uppstillingin hjá Fjölni, Björgvin Páll Rúnarsson hérna á miðjunni. Góði Ingvar Sveinsson í vinstri skyttu, Benedikt Herdísarsson hægra megin og Alex Máni Oddníðarsson í hægra horni. Viktor Berg Gretarsson í vinstra horni. Og á línu er Óðinn Freyr Heiðmarsson. Já, en Viktor Berg náði hérna frákastinu og með gott mark, 1-0. Já, hörku byrjun hjá Fjölnismönnum. Nú var það Alex Máni Oddníðarsson, 2-0. Já, fara hérna í Júka vinstri, boltinn tilbaka, losaðu og við vilja sjá Ígor hérna losa boltan aftur yfir á miðjuna. Það komið 2 menn í sig, þá er yfirtala hinum megin. Já, fara aftur í það sama. Já, sammála dómarunum, það var ekkert á þetta. Og enn heldur fólk áfram að streyma í húsið. Það er búið að taka út alla stúkur báðum megin. Bara frábært að sjá hvað er góð mæting hérna. Yngri flokkarnir hjá Víking voru að hittast í pizzuveislu fyrir leik. Það trekkir alltaf að. Já. Og frábærlega gert hjá Benedikt Herdísinsinni. Fer hérna í gömlu pólsku fyrtuna milli 1 og 2. Það var ansi soft varnarleikur hjá Víkingum. Hefði viljað sjá líka Arnar Gaut að fara í betri hjálpvörn, stíga fyrr. Og hleypa það bara horninu inn. Já. Og Ígor kemur okkur á blað. Ígor með Súlja. Það er eldmóður í kallinum. Já. Viktor Berg kemur hérna út. Fer aftur tilbaka. Já, ólögleg blokkering. Hárréttur dómur. Ekkert dripp, næsta mann. Jói allt og lengi yfir, einum yfir. Já, vel gert. Boltinn fekk að fljóta þessar 2 sendingar, auka sendingar. Og Ígor með Súlja skorar hérna aftur. Sverrir Eyjólfsson hérna með nokkur vel valin orði. Hlyn Leifsson, eftirlitsdómari leiksins. Veit ekki alveg hvað hann er ósáttur með. Sverrir tók við liði Fjölnis
síðasta sumar. Hann er gamall leikmaður í Stjörnunni, spilaði lengi fyrir þá. Þetta er hans fyrsta aðþjálfarastarf í meistaraflokki. Bróðir Aðalsteins Eyjólfssonar, þjálfara í Sviss, og pappans Eyjólfur Bragason var líka lengi vel þjálfari. Já, Sverrir klukkar hérna sinn fyrsta bolta í kvöld og Gunnar Johnsen upp í loftið. Hann getur alveg stokkið drengurinn og svifið smá. Og aftur ver Sverrir. Það eru frábæra fregnir ef hann ætlar að detta í stuð. Einn allra besti leikmaðurinn í þessari deild, eða þar sé að markmaðurinn, vildi ég sagt hafa, á deginum sínum. Já. Þarna er Gunni bara mögulega átt að fara í loftið. Það var enginn sem að steig út í hann. Ég skildi ekki alveg þessa sendingu tilbaka. Hann var komin inn fyrir punktalínu og eins og ég segi, enginn sem að steig út í hann, en samanskapi frábærlega gert hjá Alexi Mána að stela þessu bolta og keyra upp. 4-3 hérna eftir 7,5 mínútu. Gunni minn, hættu að horfa til hliðar, farið bara upp í loftið. Jæja, þetta er líka í góðu lagi. Jóhann Reynir Gunnlaugsson. Þetta er hárréttur dómur hjá Herði Aðalsteinsinni. Þetta er ruðningur og ekkert annað. Benedikt þurfti ekkert að fara í þessa árás. Það var ekki sérlega góð leikstaða til þess að fá eitthvað út úr þessu. Já. Já, förum við í Kaíró aftur og Arnar Gauti leysir inn á móti. Og Igor Mersulia, hann er helvíti segur, ofta að fara milli 1 og 2 kallinn. Serbinn Geðþekki, frábær drengur. Já, vel gert hjá þeim. Frábær sending hjá Benedikt inn á Óðinn Frey Heiðmarsson. Óðinn Frey er einmitt sonur Heiðmars Felixsonar sem að lék lengi með KA og Stjörnunni og eitthvað í Þýskalandi og Spáni. Og Sigurður Örn Þorsteinsson, stundum kallaður Siggi Sveðja í handboltaheiminum á Íslandi, gerir þetta vel, nær í frákastið og skorar. Siggi búinn að vera í Fram alla sína tíð en skipti yfir í Fjölni fyrir þetta tímabil. Hjálpar þeim helling, sér í lagi í varnarleiknum.
Já. Jói óöppinn. Já, þá Þorleifur Aðarsteinsson kominn hérna inn vinstra megin. Já, nú þurfa að keyra upp og losa. Já, alla leið, Gaui. Já, Hörður Aðarsteinsson vill meina Gaui hafi verið lentur hérna. Skal ekki segja. En vítið okkar. Eigum að segja Gunni setja hann niður í fjær. Já. Það ekkert nýtt undir sólinni. Örugt hjá Gunnar Johnsen. Sex. Rúmar 12 mínútur búnar hérna. Já. Frábærlega gert hjá Þorleifi Aðarsteinsinni. Frábær hreyfing tilbaka og snúningurinn ekki verri. Já. Já, Gaui leysir hérna inn. Að sjálfsögðu Gunnar Valdimar. Andri Hansen aldrei líklegur til að verja þennan. Áfram kemur Viktor Berg aðeins út og hleypir tilbaka. Og frábært tékki hjá Fjölnismönnum. Þarna hefði Viktor Berg ekki átt að stoppa flæðið, heldur láta boltan vinna áfram yfir. Já. Þetta bara hárrétt. 2 mínútur og ekkert annað. Ég held að rautt spjald hefði nú verið býsna strangur dómur. Óviljaverk hjá Ljúf og brúðmenninu Igor Mersulja. Já, Þorleifur Rafn hefur komið bara sprækur hérna inn. Það spurning hvað Fjölnismenn gera hérna í yfirtölunni. Hvar ætlar Björgvin Páll að stilla Óðni línumanni? Já. Það draga hérna frá. Björgvin allt og lengi að gefa hann yfir. Já, frábær markvarsla hjá Sverri. Ég verð að segja að býr hellingur í þessum strák í vinstra horninu hjá Fjölni. Viktor Berg Gretarsson. Það verður gaman að, ég veit nú ekki alveg hvað hann er gamall, en
Það verður gaman að sjá svona hvernig hans framþróun verður á næstu árum. En svona það er einhverjir taktar og eitthvað svif þarna í horninu sem að er hægt að vinna með. Já, losi yfir. Já. Það var ekki gott. Mjög slæmur tapaði bolti. Við hefum þurft að hanga aðeins lengur kannski á tuðrunni. Erum einu færri. Áfram halda þær að draga frá. Þetta er ekki vel útfært hjá þeim, verður að segjast. Já, nú verðum við með fullskipa liði núna. Já, Sverrir kemur bara inn í markið. Og frábær sending hjá Stimma á Gauja. Gauji kemur okkur yfir 8-7. Og já, þetta var Sverrir náða klukkan aðeins að koma við hann. Og frábær sending hjá Gunna inn á Halldór Inga. 9-7. Og Gulli biður hérna ennþá meiri stuðning í stúkunni. Ég sé hérna Halldór Einarsson Hensson er mættur í stúkuna. En hann er mitt afi Halldórs Óskarssonar, línumanns hjá okkur. Gaman að því. Skemmtilegu móli hérna. Já, góði með skot í millihæðina. Sverrir er örugglega búinn að klukka 7-8 bolta hérna í fyrstu 17. Myndi ég halda. Já. Köpinn 1 kallar Gulli. Og þá fer náttúrulega Dóri milli 1 og 2. Arnar Gauti kemur inn. Já, Jói dregur frá hérna. Frábær útfærsla. Arnar Gauti laumar sér tilbaka. Og virkilega góð sending hjá Jóa, en Sigurður Örn snöggur að svara hæl. Já, ég er sammála þessu hjá Gulla, aðeins að hvíla Ígor, taka hann út. Hann er búinn að vera í stöðum árásum hérna milli 1 og 2. Aðeins þarf nú ekki alltaf að taka þessa árási, heldur bara að láta boltan aðeins fljóta og flæða. Já, aðeins og hár og langur þessi bolti. Já. Að sjálfsögðu
Gunnar Valdimar, vel gert, hótaði þetta sendingur inn á línu, tók drippið sjálfur. Allt galopið. Já, þetta var vel gert hjá Benedikt. Sigur Örn með fína klippingu. Og Benedikt upp í loftið. Já, Benedikt þessi strákur alinn upp í Garðabænum. Það kæmi manni ekkert óvart ef að Patti Jó verður einhverju leikmanna hallari. Hann mun hann kalla hann aftur í Garðabæinn. Ég held hann sé á láni frá Stjörnunni. Hann hafi ekki farið í varanleg félagsskipti. Þannig að já, Jói með fínt mark. Ágætis blokkering hjá Brynjari Jökli, gamla skíðakappanum. Brynjar stór og mikill og tekur mikið til sín hérna. Já, og þá hefur Sverrir Eyjólfsson séð nóg. Tekur hérna leikli, stöðunni 12-9. Já, það verulega áhugavert að sjá hvað Sverrir dregur upp á hattinu núna eftir þetta leikli. Ég sé hann komin inn á Jón Ásgeir Eyjólfsson. Stór og sterkur strákur og Garðabænum á láni á Fjölni. Já, ég held að hann sé bara eitthvað 20. Þessar hreyfingar hjá honum allan að lofuðu góðu. Það var óuppinn að gera sér ekki mat úr þessu. Já, árétt. Hann var á lengi að sleppa honum, Benedikt. Og Ruðningur. Já, boltan yfir og horni laust. Já, ok. Já. Ekkert annað hægt að dæma víti. Jón Ásgeir varðist hérna svolítið vel inn í teig. Og Gunnar fer á punktinn. Og nær frákastinu og skorar.
13-9. Það væri nú ekki slemmt að vera með 6-7 marka forskot í hálfleik. Við myndum ekki slá hendina á móti því. Það eru komin með spila 7-6 hérna, komin með 2 línur. Siggi allt of lengi að losa hann og gamla brýnið Andri Berg Haraldsson. Snöggur að lesa þetta. Fiskar hérna sendinguna. Já, þeir halda áfram í 7-6. Að gera hjá þeim, þeir hafa engu að tapa. En þetta er náttúrulega svolítið áhættu sækið. Með engan í markinu eins og alltaf. Já. Já, góði Ingvar með gott mark. Þeir munu örugglega keyra þetta svolítið áfram hér í kvöld. Já. Styrmir Sigurðarson með gott mark. Fimmtán 10. 5 mínútur eftir hérna að fyrri hálfleik. Já, vel spilað hjá þeim. En Alex Máni bregst bólist inn hérna. En hárréttur tímapunktur á sendingunni á Benedikt. Hann hefur nefnilega hér fyrir leiknum ekkert alltaf verið að velja rétt. Já, Jói losaðu yfir og yfir aftur og hornið. Nei. Já, Brynjar Jökull náða blakonum hérna inn. Glæsilegt hjá honum. Skemmtilegt mark. Það er svo erfitt að eiga við Brynjar. 2 metra maður og 100+ kíló. Já, þeir verja hann ekki þarna eins og sagt er. Gamli taktar hjá Sigurði Erni rifjuðust þarna upp. Já. Vel spilað hjá Stimma og inn á Halldór Inga Jónasson sem kom inn á hérna fyrir alls ekki löngu síðan. Ekki slæmt að eiga mann eins og hann á bekknum. Já, þeir halda áfram í 7-6.
er að leita og nóðast. Já, frábært markja góða. Já, eins og ég sagði áðan, þetta er svona þeirra leið til að höggva á hnútinn sóknarlega, en þá þurfa þær að samanskapi að fara að þétta vörnina meira og betur. Já, boltinn þarf að fara yfir. Stimmið átt að komið hann yfir. Fínasta hugmynd, en sendingin aðeins og há. Binni hélt blokkeringunni vel og sett upp aðra hendina. Og Alex Máni Oddníðarsson. Menn vildu meina að hann hefði stigið á línu þarna. Ég bara sá það ekki alveg. Og Gulli fer í leikhlé. Einhverjar 37 sekúndur eftir. Og hann ætlar sér að nýta þetta leikhlé vel. Já, ég hefði viljað sjá okkur vera svona 6-7 mörkum yfir í hálfleik, en ef við skorum núna og höldum vörðina eftir, þá er 5 mörk í góðu lagi. Eða geta því. Já, gaman að sjá hérna í stúkunni. Ívar Benediktsson situr hérna í stúkunni með tölvuna og er að væntanlega með einhverja textalýsingu á handbolti.is, og við hlið hans situr Guðjón Gaupi Guðmundsson. Alltaf gaman að sjá þessa kappa sem hafa gert mikið fyrir handboltann í Íslandi. Já, frábælega klára hjá Arnari Gauta. Laus og haus. Já. Sýnist Siggi ætla sjálfur að taka þetta aukakast. Nei. Góði Ingvar er að hafa hætt við. Já, þetta var nú alls ekki svo galið. Góði nálægt því að hreinlega setja hann þetta. En við tökum okkur smá pásu, komum að vörmu spori og hlökkum til að sýna ykkur seinni hálfleikinn.
Já, þá seinni hálfleikur farin af stað. Og en ná hérna í Óðinn Frey. Jó, þetta er réttur dómur. Já, 2 mínútna brottvísun á Jóhann Reyni. Veit ekki alveg með það. Jóhann Reyni er alveg gapandi hissa. En Bóas Börkur Bóasson algjörlega vissi sínu sök. Og Fjölnismenn byrja, svona já, spila núna 6 og 5. Og þeir þurfa að nýta sér það ef þeir ætla að gera eitthvað hérna í kvöld. Já. Já. Gulli ákveður að taka ekkert markmann út af. Spila bara 5 og 6. Það er eina vitið. Já. Boltinn þarf að vinna áfram. Og frábært skot hjá Gunnar. 19-13. Fjölnismenn eru ennþá einu fleiri í 40 sekúndur viðbót. Já. Já, þeir hreyfðu nú boltan ágætlega hratt hérna á milli en Björgvin hefði þurft að ná að losa hann niður í horn. Viktor Berg alveg gapandi frýr. Já, þetta var nú svolítið bjartsýni hjá Halldór Inga Óskarsinni, ætla að dribla þarna upp. Frábærlega gert hjá Igor Mesúlia. Gamla góða sendingafeikið inn á miði og það er bara allir varnarmenn Fjölni sem að féllu fyrir þessu. Mjög sérstakt. Og Halldór Ingi Jónasson skorar. 21-13. Við erum komin hérna 8 mörkum yfir eftir aðeins 3 mínútur í seinni hálfleik. Já, eins og þið sjáið árið góðir þá er gríðarlega mikið stemming hérna í húsinu og yngri flokkarnir voru með pizzuveislu hérna fyrir leik og hörku stemming og þá náttúrulega fylgja foreldrarnir með og þá fáum við fólk í húsið, gamla góða uppskriftin sem eru aldrei klikkað. Já, Fjölnismenn þurfa nú að sýna smá djörfung og dug ef þeir ætla að koma sér inn í leikinn.
En svona líkamstjáning þeirra bendir ekki mikið til þess að þeir séu eitthvað að fara koma með eitthvað hressilegt áhlaup. Það verður að segjast. En sjáum hvað setur. Já. Frábær línusending hjá Þorleifi inn á Óðinn Frey. Halldór Ingi kemur hérna út. Ég held síðan sjá boltan alveg yfir. Já, þetta er líka í góðu lagi. Ef að varnarmaðurinn stígur ekki út, sýnir ekki hendur á neinu ráði, þá er bara að gera skjóta yfir á. Já. Hendi komin upp hjá dómurum leiksins. Og Björgvin Páll með fínt mark. 22. Fimmtán á Óti Horn. Hvers orðaskipti hérna milli bekkjana. Ég verð nú bara vikin, ég sá þetta ekki alveg. Það virðist að það fengi einn óvandan á lúðurinn, Þorleifur Hrafn. En engum meint af, game on. Á aftur og Gunna. Já, vel gert hjá Arnari Gauta. Aftur laumar hann yfir hausinn á markmannum. Og Sverrir með klassavörslu. Já, 23-15, þetta lítur bara ljómandi vel út. Það þarf að spila leikinn til enda og halda sjó. Já, og boltan aftur og Jóa og fá opnun hinum megin og hornið. Vel gert, strákar. En frábær varsla hjá Ástgeiri Sigmars sinni. Og hornið aftur bara. Já. Þarna náði Ástgeir ekki að sjá við Ígori. Já, Gulli vill fá ennþá meiri stemmingu í húsið.
Benedikt Marino með gott mark. Já, þetta ungur strákur, örfundur með ágætis hreyfingar og væntanlega nægt svigrúm. Til bætinga á næstu árum í honum og eins og ég sagði í byrjun leiks, það bara spurning hvort að hann fari ekki bara aftur í Stjörnuna eftir tímabilið þar sem hann núna í láni hjá Fjölni. Já, Hörður vildi meina Halldór Ingi Jónasson hafi verið lentur þarna. Hörður Ingi, annar dómari leiksins, hann með svakalegar bendingar alltaf og leikarana tilburði. Mjög gaman að því og hann fer bara í gamla Salómonsdóminn. Þetta bara hárrétt hjá honum, ákveður að sleppa. Ákveður bara að láta leikinn halda áfram og engin brottvísun á Halldór Inga. Já, frábært mark hjá Benedikt þarna. Sýnir fjær en setur henni nær. Og hann leikur inn, já, Gunna. Og nú fær Halldór Ingi 2 mínútna brottvísun. Ég held að þetta sé bara áréttur dómur. Já, hárrétt, ruðningur og ekkert annað. Þetta var erfitt hjá okkur, 5-6 í undirtölunni. Þá kemur Björgvin Páll aftur inn á. Og þeir fara núna í yfirtölunni á ná hérna í neið og bolti vantar yfir. Hræðileg ákvörðun hjá Góða. Hann hefði alltaf átt að koma með hann yfir á hægri skyttuna, allt galopið þar. Í staðinn fyrir að hnoða honum inn á línu þar sem voru 2 varnarmenn að hnoðast í honum. Það er spurning hvað hann gerir núna. Hvort hann velji rétt núna. Já, þarna fór hann á langt. En gott mark hjá Benedikt. Það er spurning hvort að Logi Ágústsson og Marino Gauti Gunnlaugsson muni eitthvað koma við sögu hérna á eftir. Það kemur í ljós. Já, Jóhann Reynir með frábært mark.
Já, vítakast. Halldór Ingi, hornamaður, maldar hérna í móinn. En þetta er bara réttu dómur. Það er vörðust innanteiks. Þá kemur Bjarki Garðarsson inn á í rammann. Freista þess að verja þetta víti. En þetta var örugt hjá Björgvinni. Já. Já, ég sé Agnar Ingi Rúnarsson kominn inn á í horni, hann enda kom inn á fyrir nokkur síðan. Aggi búinn að vera tiltölulega sprækur í vetur. Skreflangur og langar hendur og hefur bætt sig þó nokkuð síðan hann kom til okkar síðasta sumar. Já, Gunni fær hérna aðeins að pústa, Gunnar Johnsen. Stimmi kemur hann á miðjuna. Það er yfirleitt alltaf ró og yfirvegun með Stimma að stýra leikliðsins. Já, ég var nýbúinn að sleppa orðinu, þá fáum við þennan skelfilega tæknifeil á okkur. Afleit sending. Og þá er Elvar Þór Ólafsson kominn inn á þetta í vinstri skyttuna hjá Fjölni. Já, þetta var bara virkilega vel gert hjá honum. Tók skrefin sér 3 og hátt upp í loftið og plastaði honum hérna. 27-21. Já, korter eftir. Frábært tékki. Já, frábært tékki eins og ég sagði hann og Aggi kláraði þetta vel, nýtti teginn vel og sett hann í fjær. En Sigurður Örn Þorsteinsson svarar hæl. Já. Jóhann reynir upp í loftið. Alvöru mark hjá honum. Þetta sáum við oft frá honum í fyrra í Ólís. Það sem hann skoraði aðeins yfir 100 mörk. Hann hefur ekki átt sitt besta tíðanbíl núna í ár.
Já, það er nú ekki að búa til neitt óþarfa æsing úr þessu. Þorleifur fór bara svolítið hressilega í Agga. 2 mínútna brottvísun og málið búið. Já. Þá er Logi Ágústsson kominn inn á hérna vinstra megin fyrir utan. Og já, Halldór Ingi, þetta var svona óþarfa snuttu skot hjá honum. Í staðinn fyrir að bara negla honum í gólfið og inn fjær. Já. Elvar fær hérna óblíðar móttökur hjá Dóra Óskars. Já, Fjölnismenn búin að vera svolítið að sækja bara stúku í stúku til hliðar. Í staðinn fyrir að vera svolítið direkt. Já, það er enda með að kasta út af. Já, Ígor. Ég vil að sjá hann bara gefa hann í gólfið að hann er í hornið. Já, frábærlega klárað hjá Halldór Inga Óskarsinni. Einhendi boltan hérna, náði að skora úr erfiðri stöðu. Já. Tíu mínútur eftir, 30-22. Já, þetta er ekki gott. Já, spurning hvort það styttist ekki í að Marino Gauti kom inn á. Hann er svo eini sem áttur að kom inn á. Ég vissum að Gulli hendur honum inn á síðustu mínúturnar. Gulli er búinn að rótera liðinu vel, rúlla, hvíla vel og rótera eins og ég segi. Já. Frábær sending hjá Elvari en Óðinn ekki með gott slút. Já, Gulli tekur leikhlé. Eitt svona að halda sínum á tánum. Þetta menn missi ekki fókus og haldi sjó. Og að sigurinn sé langleiðina komin í höfn.
Já, áfram heldur þetta. Logi hérna komin á miðina, Stimmi vinstra megin. Já, þetta var klókt hjá Loga. Hann sá að Ólafur Malmqvist, alls óskyldur Gunnar í Malmqvist að mér vitandi, Þórsarunum Geðþekka, hann stóð bara inn í teig og sjálfsög sótt hann á, fiskaði þetta víti. Já, vel gert hjá Loga. Sækir hérna inn á miðju og kemur snöggt skot tilbaka. Já, hérna átti bara Benedikt að skjóta eða láta bolta gangi yfir. Já. Bóas Börkur Bóasson, dómari 1000 félagsmiður, ákvað að sleppa þessu. Já. Það var nú bara virkilega snögg og góð hreyfing tilbaka hjá Elvari. Óheppinn að skora ekki. Þá kemur Marino Gauti inn á. Frábært að sjá hann fá hérna núna 6 mínútur. Við viljum sjá hann stimpla sig hressilega inn. Já, þetta ég vil sjá Marri núna, farðu bara 3 skref og upp með þetta einhver. Já, fá hann aftur, Logi, gefðu hann aftur á hann. Komin aðeins svo nálægt vörninni hann Marri. Já, og Agnar Ingi fyrstur upp og klárar þetta vel. 32-22, 5 mínútur eftir. Strákarnir búin að spila heilt yfir bara mjög vel í kvöld. Nálgast þennan leik af fagmennsku. Já. Já, ég vil sjá Loga hafa þetta bara einfalt, fara í Jukka vinstri og fá Marra upp. Já, Marri minn, farðu bara upp á þetta. Skjóttu niður í drengur.
Já, ég held að næsti leikur sé á föstudaginn í Dalhúsum. Man nú ekki alveg klukkan hvað en það ljóst að Fjölnismenn þurfa að býta svolítið allverulega í Skjaldarendur eða ætla að eiga séns í þessu einvígi. Já. 3 mínútur eftir hérna hendi kominu upp. Elvar í loftið. Boltan yfir takk og Marri, komdu. Sjálfsögðu. Fín hreyfing hjá Marra hérna milli 1 og 2 tilbaka en slagt skot. Já, Logi inn á miðju. Já, Logi hefði að sleppa driplun og ekki fara í þessa árás, bara láta boltan aðeins vinna lengur. Reyna að hreyfa vörnina eins og stað. Já, vel spilað hjá þeim. Bæði miðjumaðurinn og vinstri skyttan losuðu á hárréttum tíma niðri í vinstra horn. Og Bernhard Snær Petersen með fínasta mark. Já, 32-24 mínútu eftir. Og við erum komnir í 1-0 í þessu einvígi. Það þarf að vinna 3 leiki. Og frábær markvarsla hjá Bergi Bjartmarsinni. Æja 40 sek. Átt einfalt fara í Júka vinstri fyrir Marino og Marino upp í loftið. Já. Og svo tilbaka og aftur á Marino núna. Já, ok. Verða Rósa Loga fyrir þessa fínu sendingun inn í hot, danska sendingin svo kallega. Ekki átti bara að skora. En já, þetta er að fjara hérna út. Virkilega flottu sigur hjá Víkingum í kvöld. Og lokatölu leiksins 32-25. Og eins og ég sagði á hann, næsti leikur á föstudaginn í Dalhúsum. Man ekki alveg klukkan hvað en það er ljóst að Fjölnismenn þurfa aðeins að stíga upp. En eins og, já, bara flottu sigur hjá okkar mönnum. Gulli rúllaði bara virkilega vel á liðinu og allir tóku virkan þátt í leiknum.
og virkilega gaman að sjá stemningunni í húsinu, vel mætt, fullt af vikendum og foreldurum með og bara mikið líf og fjör. En við þökkum fyrir í kvöld og hérna munum að sjálfsögðu sína leik 3, engin spurning, en fyrir þá sem að stiltu á þessu útsendingu og horfðu á alla leikinn, bara þökkum við kærlega fyrir áhorfið. Takk.